Nú ætlum við að skoða aðeins hvað verkefni 1. Þannig að eins og ég sagði áðan, þetta verkefnamiðaður áfangi. Við gerum allt í gegnum verkefnin, þannig ég ætla bara núna vindum okkur í það. Nú ennþá hérna í nemendasýn á Canvas og ég ætla bara að opna lýsinguna á verkefninu og það eins og námsefnið inn á GitHub og þið sjáu hérna ef við skoðum slóðina eða urlið inn á þetta, þá þetta inn á github.com inn á vefforritun sem þá þetta organization sem ég með sem heldur utan allt sem ég hef gert í vefforritun síðan 2018, alveg gomma af efnið þar og síðan þetta hérna eitthvað ákveðið repo sem notað í þessu GitHub heimi sem skilgreining, en þetta líka bara slóð inn á þetta hérna. Þannig að slóðin á námsefnið þetta, slóðin á verkefnið þetta, þannig að verkefni 2 verður svona og svo þegar það kemur sýnilaust þá gefur það hérna sýnilaust, en ekkert að því komið. En ef við skoðum hérna frá því fyrra, verkefni 2, þá það bara hér. Verkefni 2 í ár verður mjög svipað þessu, þannig að þið getið byrjað að skoða þetta til þess að vera tilbúin og þið getið jafnvel farið hérna og skoða sýnilaust og þá það bara sýnilaust á verkefni 2. Þannig að ég ger mér mikinn ólegg með því að búa alltaf til nýtt og nýtt verkefni hverju ári, en ég held að það sé betra því þá ég alltaf að uppfæra þetta í það, hvað nýjast og best og hvað eitthvað búið að breytast og eitthvað svona. Og það ákveðin svona brauðmálslóð aftur í tíman þar sem þið getið skoða hvernig þetta búið að vera. En aftur að því sem við ætlum að gera. Þannig að við erum með hérna setja upp textaritil og aðganga Netlify. Búa til möppur og skjöl, nota Netlify til að gera verkefni aðgengilegt á internetinu. En nú ætlum ég bara að fara yfir þetta. Ég fer yfir þetta svona tiltölulega hratt. Ég að taka þetta upp. Ef eitthvað óljóst, þá getið þið stoppað mig hér eða þið getið horta á þetta bara heima og farið yfir þetta aftur og aftur, sent mér spurningar ef það eitthvað, eða nota dæmatíman í næstu viku. Þið munu fá dæmatíma áður en þið þurfa að skilja sig. Ég ætla að gera bara öll skrefin sem þið þurfið til að klára verkefni 1. Eins og ég sagði að verkefni 1 snýst ekki að vera að gera eitthvað korrekt, það snýst að setja upp tólin og bara komast á stað. Þetta einfaldasta verkefnið í öllum kursnum, þetta eiginlega ókeypis 5%. Þannig ég mæli með, klára þetta og vera bara, yes, gott start. Til þess að byrja með, þá ætlum við að nota Visual Studio Code. Ég get bara að googla hérna. Ég að nota vafra sem heitir Arc, sem byggir á Chrome, sem á sér langa sögu, en Chrome sem sagt annar vafri, en það sem að bæði Chrome og Arc sameiginlegt að þeir nota sömu rendering-vélina. Það sama forritið á bakvið á báða sem að birtir og teiknar HTML-ið og CSS-ið og kemur með JavaScript-virkuna. Og sú rendering-vél heitir Blink og hún var upprunalega WebKit sem það sem að Safari notar. Það vél sem að Apple byrjaði að nota og gerði open source. Hún byggð á enn eldri rendering-vél sem heitir KHTML sem að kemur frá Linux-samfélaginu og í raun mjög gömul, en samt mjög ólík því sem við erum að sjá í dag. Og þegar við erum að gera vefi, smá hérna að sæt, þá þetta 3 rendering-vélar sem við erum að vinna með. Við erum að vinna með Blink, sem í Chrome, í Edge, í Brave, í Vivaldi, í eiginlega öllum vöfrum. Svo erum við með WebKit, sem í Safari og Mobile Safari, og öllum vöfrum á iOS-tækjum. Þó svo þau noti Chrome eða eitthvað annað á iPhone eða iPad, og það samt sem áður WebKit sem birtir vefin ykkar. Stór, flókin pólitíska saga þarna bakvið, en það verið að vinna í því að láta Apple sleppa tökunum að þessu. Og þriðja hérna frá Firefox, og hún heitir WebKit, nei, hún heitir ekki WebKit, alveg stóluð mér. Hún heitir, mann ekki. Það þriðja vélin, og það svona elsta, mest open source vélin, en hún Firefox og Mozilla eru í vandræðum út af peningum og hérna, já. Þannig að ég mun nota Arc til þess að sýna ykkur sem þá eins og nota Chrome. Þið getur nota Chrome, þið getur nota Edge, þið getur nota Firefox, þið getur nota eiginlega hvaða vafra sem en nánar það seinna. Allavega, hér erum við komið Visual Studio Code, við förum, við setjum hann upp fyrir okkar stýrikerfi. Ef þið eru á Windows þá ættu bara að koma hérna, download for Windows.
við sækjum hann og við setjum hann upp. Frábært. Ég ætla ekki að fara yfir það. Ég með Visual Studio Code, þannig ég fyrir hérna og ég opna Visual Studio Code. Ég með Visual Studio Code opinn hérna og hér var ég að gera eitthvað áðan sem að var að leyfa mér að sýna ykkur fyrirlesturinn. En ég ætla að loka þessu og ég ætla að fara hérna, ég gera New Window with Profile. Þetta eitthvað sem þið þurfum ekki að gera, af því að ég ætla að fara hérna og ég ætla að vera með Profile þar sem ég bara með eiginlega alveg customized ritil. Þannig að ég er með fullt af einhverjum sem ég búinn að tvíka til. Svona ég með útgáfu sem eiginlega alveg eins og ykkar. Ég með einhverjar extensions hérna sem við munum fara aðeins yfir á eftir. En ég annars, svona hann, já, gerum þetta bara, uppfærum hann. Svo séum við nákvæmlega sama ef að þið opnið. Það tekur auðvitað langan tíma, þetta var hræðileg hugmynd. Nei, þetta virkaði. Nú sé ég ekki, ég held ég sé nú með hann, það vantar fullt af einhverju dóti hérna hjá mér. Þannig að nú með hann opinn í þessu, það sem ég bara með hann eiginlega alveg uncustomized. Þannig að þegar þið opnið, þá sjáu þið cirka svona. Gæti verið að þetta hérna sé ekki sýnilegt og þið fáið bara svona velkom. Fyrsta sem við viljum gera að segja, ok, hvað ætla ég að geyma á tölvunni minni verkefnið mín? Og þá getum við gert open, það er betra að gera open og finna hérna eitthvað. Ég ætla að fara hérna í kennsla, ég ætla að búin að þetta er svolítið lítið hérna. Ég á Maca, þannig að þetta er bara Finder hjá mér á Windows, þá sjáum við bara Explorer. Þið getur verið búin að búa til möppununa eða eitthvað svoleiðis, en ég ætla að finna einhvern stað sem ég ætla að geyma verkefnið mín. Ég ætla að búa til möppu og hún ætlar að heita vefforritun, fyrirlestrar, sýni, dæmi. Ok, þið myndu kannski kalla þetta bara vefforritun og hún geti verið inn í möppunni sem heitir Misseri 1, undir möppunni HÍ, undir möppunni nám eða eitthvað svoleiðis. Þið bara búið þetta til. En ég mæli með því að hafa þetta svolítið skipulagt. Ég ætla síðan hérna að segja VAF 1, geti heiti verkefni 1, vefforritun verkefni 1, whatever. Ég ætla bara að búa til möppu, þessi mappa ætlar að innihalda allt sem ég ætla að gera fyrir verkefni 1. Ok, ég er komin inn í hana og núna hérna crucial, hún er tóm, ég ætla að opna þessa möppu. Þannig ég er með þessa möppu opna og þá fæ ég hérna, ertu vissum að þetta sé eitthvað sem þú treystir? Og þá er þetta alltaf þegar við opnum til dæmis möppu með kóða sem downloadað á internetinu. Ef ég opna hana með þessu tóli, Visual Studio Code, þá getur sá kóði hugsanlega gert eitthvað sem ég vill ekki, af því að við getum verið að keyra einhvern kóða. Ég ætla að treysta þessum tóma folder. Þá er ég bara með hérna, ef ég opna hérna Explorerinn inn í Visual Studio Code, þá sé ég hérna heitið á möppunni minni og hérna er bara ekkert. Út af því að mappan er tóm. Þá ætla ég annarkvort að gera hérna new file eða hérna plusinn inn uppi og búa til index.html. Og þá er ég komið skjal og hérna get ég byrjað að skrifa eitthvað. Ég ætla að stækka þetta aðeins, svona. Ok, þannig að núna er ég búinn að búa til skjal inn í möppunni. Þannig að ef ég fer núna hérna, ég hægri smelli og gerir Reveal in Finder eða Reveal in Explorer eða Open in Explorer á Windows, þá opnast það forrit sem sér að birta möppur og skjöl á tölvunni minni og ég er hérna með þetta vefforritun fyrirlestrar sýnidæmi, VAF 1, index.html. Þannig að skrárnar sem ég er að búa til inn í ritlinum eru að verða til í stýrikerfinu á harðadiskum okkar. Síðan ætla ég að búa til möppu, þá get ég líka gert það hérna, þá get ég ítt á þennan hérna taka. Þá getur new folder, hún ætlar að heita EMG sem er stutt fyrir image eða images. Getur verið imgs eða images eða myndir. Skiptir ekki öllu máli, þetta er bara mappan sem ég ætla að hafa myndir inn í. Þegar eitt af því sem verkefnið segir er að það þarf að vera mappa með mynd inn í. Ok? Og hún má ekki vera tóm, þegar möppur og skrár verða að hafa heiti í stýrikerfinu. Imgs. Þá ef við opnum aftur hérna, svona, þá sjáum við það er komin mappa og skrá. Allt sem við gerum inn í ritlinum endurspeglast í skráarkerfinu okkar. Index.html. Af hverju index? Jú,
Þetta er eitthvað út af því að einhver ákvað einhverjum tímapunkti að index, sem er bara yfirlit, var gott heiti fyrir skrá sem ef hún er skilgreind í möppu á vefþjónum, að þá er sú skrá notuð til þess að birta yfirlitssíðuna. Þannig ef við myndum fara inn í síðu, þá leitar það er mappa og við erum að leita því hvað við að birta, og það er til skrá sem heitir index.html, þá birtir vafrinn hana. Þannig við viljum sjá þetta aðeins á eftir. Ég ætla þá bara að fara hérna aftur í þetta. Ok, nú er eitthvað hérna. Ég á búið til forsíðu, index.html, síða nemenda, ykkur, þar sem þið getur bara sett, þið getur gert eitthvað bull hérna, þið eru ekkert að setja upplýsingar ykkur. Þetta þurfa ekkert að vera myndir af ykkur eitthvað, þetta getur bara að vera algjört, bara eitthvað út í loftið. Við ætlum að nota UTF-8 stafasett. Þegar við notum Visual Studio Code, þá er þetta allt sjálfkrafa gert. En þetta sýnir svolítið eftir hvað gerist ef við gerum það ekki. Og þetta er bara það sem við þurfum. Index.html og about.html. En ok, hvað á þetta index.html að innihalda? Hvað á að vera hér? Þá þurfum við að fara hérna og þá þurfum við að muna hérna. Já, ok, það er eitthvað námsefni. Svona. Þá hérna getum við farið í vikur, vika 1. Og þá er hérna dæmi minnsta HTML-skjalið. Ekki nógu gott, ekki nógu gott. Laga þetta líka. Það er hérna undir dæmi og minnsta. Þá sjáum við hérna einhvern svona kóða. Svo taka þetta og ég ætla ég tók þetta bara, copy, hingað inn, paste og save þetta. Núna er ég komið með það minnsta sem þarf til þess að birta vef. Doctype, þetta er ákveðið sem við þurfum til þess að viðhalda og skilgreina hvað staðla við erum að nota. HTML er rótar elementið. Það skilgreinir tréð sem er HTML struktúrin okkar. HTML er í grunninn tré-struktúr. Head er síðan annað element sem inniheldur element sem skilgreina lýsigögn eða metadata fyrir skjalið okkar. Eitt af þessum lýsigagni sem við ætlum að skilgreina er það að við séum að nota UTF-8 stafasettið og annað er að við séum með titil á síðunni sem er Halló heimur. Síðan ætlum við að vera með body sem er elementið sem heldur utan efni vefsins okkar og þar inni ætlum við að vera með eitt paragraf element sem segir Halló heimur. Nú vistu ég þetta, frábært. Get ég séð þetta? Og þá eru nokkrar leiðir til þess. Eitt er að fara bara hérna í, ég ætla að loka þessu, þetta er rétt ekki að gera. Fara hérna, taka index.html og draga, fara yfir í vafran og sleppa þessu hingað. Þá sjáum við hérna, Halló heimur, og hérna er þess að titillinn er það sem kemur hérna hjá mér. En ef þau verið í Chrome, þá verið tabbarnir ykkar fyrir ofan yfirleitt og þá myndum við sjá Halló heimur þar. Þá sjáum við hérna, ok, þessi íkon hérna sem eru fyrir framann, það er dæmi annað lýsigagn sem við getum skilgreint í head. Ok, nú getum við farið hérna og ég get gert hérna, ok, Halló heimur, þetta er skemmtilegt. Vista, fyrir tilbaka, gerir Command R eða hérna view, refresh, einhverstu hérna, refresh the page. Eða fyrir hérna og íta hérna dúta. Þá sé ég eitthvað nýtt hérna. Ok, en núna, svona fyrsta svona ráð mitt til ykkar sem foreldrar að byrja ykkar vegferð, að vinna í því að stytta feedback-lúpuna í þetta. Að þegar við erum núna að horfa á þetta, ok, ég ætla að fara hérna að segja, hvað nú? Vista, Command Tab, Refresh. Þetta er alveg svolítið mörg, þetta eru, þú veist, mörg slátt á lyklaborðið þarna. Ef við förum núna, og ég segi ykkur hérna, það er til svona extension sem við getum sett upp, bara auka forrit sem við keyrum inn í ritlinum okkar, sem heitir Live Server. Þannig ég ætla að henda því hérna út. Uninstall. Ég ætla bara að uninstalla þessu öllu. Svo það sé ekki að trufla okkur. Ok.
Restart extensions. Ok, þá ætla ég nú ætla ég að stundum þá maður að skefa ritlunum einhverja skipanir. Þannig að það getur farið hérna command palette og þá svona alls konar hlutir hérna. Við möttum að kynnast þessu betur. En núna eitthvað hérna, ég vil losna við þetta, þannig að ég ætla að gera reload window. Og það þetta eins og ég var að gera við vefsíðuna, að gera reload. Að láta bara allan ritilinn endur hlaða öllu sem að hann Af því að Visual Studio Code smiðaður með HTML, CSS og JavaScript. Þetta ekki vefur, þetta bara forrit, þetta bara full-blown forrit sem gerir alls konar, en notar veftekni til þess að búa til forritið. Og þetta bara í mjög mörgum forritum í dag, sem að nota bara HTML, CSS og JavaScript til þess að búa bara til viðmótið í sínu forritum. Þannig að ef þið lærið grunninn, HTML, CSS og JavaScript, þá getið þið fiktað í alls konar hlutum. Ok, nú þetta komið og þá ætla ég að finna hérna live server. Leita því, þá séum við hérna 52,3 miljón downloads, 4,5 stjarna. Ég get ítt á þetta hérna, þá kemur hérna launch and development, local server with live reload og það kemur hérna einhverjar upplýsingar og þetta bara, þið bara treystið mér, þetta gott stöf, ítum að install. Við getum ítt hérna og þá opnast hérna linkur á þetta og þá farið hérna yfir eitthvað marketplace á Visual Studio og það sem ég geti séð meira þetta, séð review og eitthvað svona. En við hingrum bara eftir þessu. Þess að taka svona langan tíma því að ég að upplóta eða netið hérna bara rosalega sló. En þá er sumarfríi. Allavega það klárast á einhverjum tímapunkti að koma inn. Nú sé ég eftir að hafa hendis út. Ok. Installed, yes, live server. Ok, þá hann bara hérna, ok. Hann bara keyrir og bara þarna. Hann bara núna partur af ritlinum okkar. Nú erum við búin að bæta við ritlunum okkar einu tóli. Svo fyrir hérna í index.html og núna komið hérna niðri, go live. Og ef ég smetla það, þá kveiki live server á vefþjón hjá okkur. Og núna ætla ég að nota svona window manager, þannig að ég ætla að gera svona og þá fæ ég ég ætla að loka hérna einhverjum glukkum. Þá fæ ég það hlið við hlið. Ég ætla líka að loka svona og ég ætla að gera núna, hvað nú? Upprópunarmerki, ég vista og þetta uppfæri strax. En ég þarf bara núna í staðinn fyrir að gera command, tab, reload, skiptum glugga, þá þarf ég bara að vista hérna. Nú er ég búinn að stytta feedback-lúpuna mína töluvert. Og þegar við erum að gera þetta margoft, við erum að vista þetta kannski 300 sinnum í gegnum eitt verkefni, þá hvert einasta svona að bara minnka friksjónið í því að gera hlutina. Ef þið erum með stóran skjá eða 2 skjái, þá getið þið sett þetta upp og gert það þannig að þið séu bara búm, 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 að þetta séu bara að vinnast hratt og örugglega. Eyða tíma í að gera þetta svolítið næs. Ok, þannig að nú ætla ég að búa til aðra skrá. Hún heitir about.html. Hvað ætla ég að gera hér? Nú ætla ég að hætta. Nú hefur stundum að stoppa mig. Ég get talað endalaust. Hvað á ég að gera hér? Og hvað væri bara gott fyrir ykkur? Ef þið verið að gera þetta, hvað væri gott að gera? Yes, copy-pastum þetta bara. Copy-paste programming. Ok, Command A, eða Ctrl A, copy, yfir í næsta og paste. Og vista, gerist ekkert hérna, af því að ég ekki að breyta skjalinu sem opið hér. Þannig að það töluvert lítið hérna uppi, en þið sjáu kannski index.html. Ef ég skrifi núna about.html, þá kemur þetta núna svona. En ég ætla að breyta þessu hérna, ég ætla að vera með fyrirsögn mig og vista, og þá kemur það hérna núna. Svo fer ég tilbaka, index.html, og hún öðruvísi. Svo fer ég hérna, stroka allt út, nú ekkert hérna sem segir index.html, þannig að ég í raun að biðja bara heyrðu vefþjónn, gefðu mér eitthvað skjal hérna, gefðu mér eitthvað sem birta, út af því að þetta skjal sem heitir index.html, þá það byrt. Ef það ekki til skjal sem heitir index.html, þá fer ég hérna, hægri smelli,
rename, kallum bara index 2. Þá fæ ég allt í einu yfirlit yfir hvað í þessari möppu. Þannig að index2.html heitir ekki nákvæmlega index.html, þess vegna birtist hún ekki, þess vegna fæ ég þetta yfirlit. Yfirliti getur verið mismunandi eftir því hvaða vefþjónn er þarna bakvið, en leið og ég breyti þessu yfir í, ég ætla ekki þér. Svona, reloadast ekki, en ef ég reloada núna sjálfur, þá kemur þetta núna. Og þá ætla ég að segja hérna, ok, lestu meira mig. Veist það? Komið aftur. Ok. Annars við getum gert núna, nú ætlum ég að gera meira pláss hérna. Ég getur lokað þessu. Nú er ég að fara að vinna í 2 skrám og ég get verið að skoða þær hérna sitt og hvað. Eða ég get tekið hérna svona og dregið hérna hérna til hliðar og haft hana til hliðar. Ég get lokað þessu og ég get gert þetta svona. Og nú ímyndið ykkur að við séum ekki á gömlum skjáarpa sem er bara með eitthvað 1200 pixla upplausn. Þeir eru bara á fínum skjá, jafnvel einhverjum breiðum skjá, að þá getið séð allt sem þeir eru að vinna í á sama tíma. Og þeir getið gert þetta svona, þeir getið lagað þetta hérna, þeir getið sagt nei, mér finnst betra að hafa þetta fyrir neðan eða svona hérna. Þá getum við haft þetta svona og við getum raðað til editornum eins og við viljum. Svo sáum við kannski áðan, ég ger eitthvað svona hérna, ég opna, ég skrifa sér sett minnarmerki eða hotklofi opnast og þá kemur hérna, ok, þú ert að fara að skrifa eitthvað, hvað ertu að fara að skrifa? Og hér koma öll HTML elementin. Þannig ég ætla að gera P, og íta enter, svo loka ég og þá lokast P. Þetta er bara eitthvað sem er sjálfgefið í vafranum. Bara eitthvað, heyrðu, þú ert að nota HTML, það er næs að fá bara svona autocomplete eða svona sjálfvirka lokun á það sem þú ert að skrifa. Svo getur ég bara að byrja að skrifa eitthvað. En þá getur samt lent í því eins og ég, stundum ger ég þetta og þá byrja ég að loka aftur og gera svona eitthvað sem er vitlaust. Þegar ég er ennþá svo gamall, ég er bara með eitthvað muscle memory að skrifa allt eins og eitthvað steinaldarmaður. En ok, þetta er komið. Þetta er bara að fara að líta nokkuð vel út hjá okkur. Við hefum bara 2 hluti eftir í verkefninu. Það er að tengja saman þessar 2 síður og það er að setja inn mynd. Ég ætla að tengja þær saman, eða þið ætla að segja mér. Veit þið hvernig við tengjum saman með hyperlink, 2 HTML slóðir? Já, við þurfum einhvern veginn að tengja þær saman. Þannig að þá er þetta, hugtakið hypertext er mjög heimspekilegt og áhugavert á sér langa sögu. En það er þetta, hvernig getið tekið 2 hluti og tengt þá saman. Þið eru að brása vefinn og þið hugsið ekki eins og þetta. En þetta var revolutionary þegar þetta kom, sko. Ég er bara búinn að opna hérna, hi.is og ég íta á eitthvað. Þetta hérna er linkur á eitthvað annað og ég vel bara eitthvað. En á bakvið þetta er þessi tækni sem er HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Og Hypertext er skrifað í HTML, Hypertext Markup Language. Það sem að Markup Language er mál til þess að taka einhver texta og ljá honum ákveðið merkingafræðilegt gildi og skipanir til þess að tengja margar svona skrár saman. En ég get farið hérna og sagt stundatöflur. Og það er hyperlink yfir á aðra síðu sem inniheldur efnið stundatöflu. Þetta getur bara verið hvað sem er og það getur verið hvað sem er þarna og ég get tengt inn á vísi.is eða ugla.hi.is eða whatever. Við getum tengt allt saman og það er það sem vefurinn er. Samansafn af mismunandi vefþjónum sem eru að bjóða upp á efni, allt skrifað með HTML, allt nota CSS til þess að birta og hugsanlega nota JavaScript til þess að gera einhverja leit og einhverja svona interaktionir. En allt tengist þetta saman með þessum hyperlink. Og það aftur, vitið hvernig við búum til hyperlink í HTML? Svo lítið, svo merkilegt. Þá búum við til annað svona element eins og P, nema P þýðir paragraf eða málsgrein. Þannig að málsgrein getur verið samansafn af mörgum setningum og við getum verið eitthvað hérna
Það gæti verið fróðlegt eða ekki. Ég vil að þetta hérna tengi yfir á síðuna mig. Þannig ég þarf einhvern veginn að ljá þessum texta þann hæfileika að verða hyperlink, að geta tengt á milli. Þannig að ef þið væri til að nota eitthvað svona ritil eins og Word, þá myndið þið blokka svona, hugsalega gera hægri smella, add link og pasta inn í eitthvað. En við erum ekki að nota svona GUI, eða Graphical User Interface forrit til að ljá textan okkar þessu auknum hæfileikum. Við erum að nota bara hráan texta. Sem þýðir að við þurfum að búa til með þessum skipurum sem HTML býður upp á, sem heita element, þessa virkni. Það gerum við með því að búa til element hérna utanum, þannig að þetta er ekki rétt, ég bara setja þetta hérna. Og þetta hérna sem innan þessi hérna, eitthvað element, það sem að þetta er ekki rétt, þetta er bara svona placeholder fyrir það sem við ætlum að gera, að þetta hérna núna búið að umlykja þennan texta og ljá honum eitthvað nýtt. Búið að ljá honum einhvern hæfileika. Ég er að þá tala, þetta er svona, þegar ég sjá hvernig þetta virkar, það er bara eitthvað, akkur sagður þetta bara ekki? Þetta er rosalega eitthvað svona, þú veist, af því að það eru heimspekilega pælingar á bakvið þetta. Þetta er alveg svona, þetta er dýpra en þið haldið. Kannski er það bara eitthvað svona hérna, svona sér, í byrjun bara eitthvað, þetta er ógeðslega einfalt, eitthvað, nei, þetta er eitthvað svona, svo bara eitthvað, svo er maður enlightened og þetta er bara eitthvað, þetta er einfalt en flókið á sama tíma. Allavega, A-elementið er það sem við notum. A stendur fyrir anchor og þarna aftur, einhverjum tímapunkti, nánum tiltekið, Tim Berners-Lee, sagði bara anchor. Það er augljóst að þegar þú ert að búa til svona link, þá er þetta svo akkeri á bát. Og við erum að tengja saman frá byrjun á akkerinu við eitthvað annað. Sjáu þið ekki fyrir ykkur, þetta er bara geggjað. Og við setjum þetta utanum og það er hérna, nema núna veitum við ekkert hvað þetta á að gera. Við vitum bara að þetta á að verða anchor eða hyperlink. Þá þurfum við að ljá þessu meiri upplýsingar. Við þurfum að geta sett upplýsingar það hvert á þetta að fara. Og það gerum við með því að búa til attribute á elementið. Og attribute er svona nafngildispar eða name value pair sem er einhver ákveðin vel skilgreind heiti og svo eitthvað gildi sem við skilgreindum. Vel skilgreinda heitið í þessu tilfelli er href og svo kemur jafnt og merki og gæsalappir opnast og gæsalappir lokast og sem sagt þetta href er href eða hypertext reference. Þannig að þetta er reference yfir í annað hypertext skjal. Við ætlum að segja hérna about.html. Við ætlum aftur að gera svona, fara hérna og svo vista ég og þá verður þetta núna hérna fjólublátt af því ég er búinn að skoða þetta, blátt ef ég var ekki búinn að skoða þetta, blátt hérna, mjög subtle munur á þessu. Ég ýta þetta og ég fer yfir á síðuna. Ég er búinn að tengja þessar tvær síður saman án þess að vera með eitthvað svona, þú veist, þetta er ekkert, þú veist, index.html síðan minn tengir bara við hina síðuna, henni er alveg sama, hún veit það ekkert. Alveg svo ég get bara sagt eitthvað hérna, eitthvað, href, https, hi.is eða skoðaðu bara hi síðuna. Svo getur sett svona punkti fyrir utan, fyrir hérna tilbaka, reloada, íti hér og aftur, hægt net, við erum að opna hi.is og opna hi.is. hi.is getur að segja hérna, já þú mátt búa til hypertext link á mig. Þetta er bara, ég geri það bara. Og svona getum við bara gert það sem við viljum. Stórkostlegt. En, við skulum klára þetta að því leyti að ég geti núna tengt tilbaka af því að núna ef þið myndir skoða þennan VF þá er þetta ekkert voðalega spennandi en þetta er allavega, ég get allavega sett eitthvað hérna og hvað vantar fyrir utan það að ég geti sett eitthvað hérna mig? Hvað vantar svona til þess að þetta sé nothæft? Geta farið tilbaka, akkurat. Þannig að hérna er eitthvað svona
to do, skrifa eitthvað mig og svo get ég sagt hérna p-a-href tilbaka og hvað set ég þá í href? Index.html. Ok, tilbaka og nú get ég farið fram og tilbaka. Svo get ég bara endurtekið þetta n sinnum og búið bara til risastóran vef whatever. Og þetta er það sem fólk fór að gera þegar þetta byrjaði þarna kringum 92-3 og svo var bara eitthvað, hei, við þurfum að geta gert þetta fallegra því að vera með bláa eða fjólubláa liti á linkunum er svolítið töff en svolítið takmarkað og þú veist, þetta er ekkert voðalega gott hérna bara eitthvað, vá, þetta er svolítið boring. Ok, ég get sagt hérna eitthvað H1 forsíða, H1 heading 1, mikilvægasta fyrirsögnin. Svo get ég sagt eitthvað hérna H2, næst mikilvægasta mig. Og þá er ég komið með eitthvað svona kaflaskiptingu. Þá get ég farið hérna, búm. Síðan fór bara eitthvað, herri, við þurfum að geta skilgreint útlitið á þessu, þetta er að fara að vera fárlegt. Þá var til CSS og CSS er til þess að ljá merkingafræðileg HTML-skjöl útliti. Þannig að þegar þið núna farið að vinna verkefnið, þá muni ykkur finnast þetta ógeðslega ljótt. En ég bið ykkur, lifið þið bara í þessum ljótleika og finnið fegurðin í honum, ekki fara að leita leið til þess að láta þetta verða miðjað og lenda síðan á einhverju sem segir hérna center. Ok, cool, þetta er miðjað, en þetta er ekki rétt. Af því að HTML er ekki til þess að lýsa útliti, það er til þess að lýsa merkingu. Það er til þess að lýsa því hvað við viljum fá út úr skjálun okkar. Við viljum að þetta hérna sé fyrirsögnin og við viljum að þetta hérna sé undirfyrirsögn og þetta hefur merkingu, þess vegna settum við þetta svona upp. Þetta er ekki þannig að við setjum upp, þetta er miðjað og þess vegna hefur þetta merkingu. Þetta er svona eins og ef þið notið Word eða Google Docs og þið takið fyrirsögnin ykkar og þið blokkið hann og þið segið font size 30 og center. En þetta er samt ennþá hugsanlega valið í bara eitthvað body text. Þið eru ekki búin að velja þetta sem heading. Kannski og svo ætlið að breyta fyrirsögnunum ykkar öllum. Það breytist ekki alla fyrirsögnuna því að þið eru ekki að nota í raun skilgreiningun og fyrirsögnum fyrir fyrirsagnir. Þið eru bara búin að segja, hei, þetta á að líta svona út. Þannig að þá get ég líka sagt hérna, í staðan fyrir að gera þetta svona, þá ætlum ég að segja bara eitthvað B mig. Og þá fæ ég svona eitthvað sem er feitletrað. Ég get alveg sagt, þetta lítur út eins og millifyrirsögn, en þetta er ekki millifyrirsögn, þetta lítur bara þannig út. Og þá get ég sagt eitthvað svona hérna, halló, hér er eitthvað. Ok, þá kemur það hérna, við zoomum aftur inn. Svona, ok, þá finn ég eitthvað annað hérna sem heitir break elementið sem býr til eins og við gerum shift enter, býr bara til eitt hard break, ekki setningaskil. Og þetta hérna, ég kannski færum þetta þannig að þetta svona sé á eftir, einhvern veginn svona. Og lítur þetta svona keimlíkt út, ok, það er meira bil hérna á milli og eitthvað svona, en þetta hérna er bara eitthvað bull merkingafræðilega séð. Þetta hérna er rétt sett upp merkingafræðilega séð. Þetta er merkingafræði, við fyrir nánar yfir hana í næstu viku, en þið gætuðu lent í því að fara að finna eitthvað svona og finna einhverja leiðir, fundið eitthvað smá CSS sem gerir þetta svona fínt og eitthvað svona voða fínt. Þið megið alveg skoða það, en ef þið farið of langt, þá munið þið vera dregið niður, af því þetta verkefni snýst ekki CSS og að skrifa vont CSS er verra en bara að skila verkefninu eins og verkefnið er sett upp. Ef þið farið eitthvað mjög langt og eru bara eitthvað mjög stókst og skemmtilegt, ég vil bara fara aðeins lengra, heyrið í mér, heyrið í dem til mig kenna, skoðið námsefnið mér frá því fyrir eitthvað, en reynið allavega að gera þetta svona í áttina því sem er rétt. Ok, þannig að hendum út þessu bulli. Svona. Og við erum komin bara með, hérna, þetta er bara mjög fínt. Ok, vefforritun er mjög leiðileg ef við erum alltaf bara með þetta á tölvunni okkar. Við viljum alltaf setja þetta og gefa þetta út á vefnum. Og það er önnur fegur við þetta, að hvernig vefurinn og hvernig þessi hypertext og HTML, þessi tækni, gerði svona, setti útgáfunar í hendum bara á öllum.
allir sem gátu nota tölvur og gátu fengið aðgang á netinu, sem í dag eru mjög margir, þó að sé náttúrulega alls ekki allir í heiminum, geta bara búið sér til vef og bara linkað á hann og haft bara hér eru mínar skoðanir. Bara, hér eru þær, hér á ég heima. Og það miklu meira töff en að setja eitthvað á Facebook eða X eða eitthvað. Þú veist, bara eiga okkar eigið pláss. Þó svo að ég ekki mitt eigið pláss, þú veist, ég var eitthvað GitHub eitthvað, en gerið þið svo ég segi, ekki svo ég geri. Og þá ætlum við núna að finna eitthvað, ok, hvernig getum við sett þetta á netið? Þá ætlum við að Netlify, opnum Netlify. Þetta er skýjalausna fyrirtæki sem leyfir okkur að gera alls konar. Og það er hérna helst þetta Deploy to Netlify. Þannig nú ætlum við að nota þetta til þess að gefa þetta út á einhverja slóð sem við getum opna bara, getum sendt á foreldra okkar eða vini og sagt bara eitthvað, sjáðu vefinn minn, hann er geggjaður. Hann á að vel líta svona út. Þá förum við bara hérna í sign up og þið gangi bara gegnum það, þið getum notað HI, netfangið ykkar, Google eða whatever. Ég ætla bara að logga mig inn hérna, getum notað með þessi GitHub. Ég er með þetta tengt í GitHub hjá mér. Þið þurfum alls ekki að gera það núna, þið þurfum ekki að setja upp GitHub aðgang, þið megið það, þið þurfum þess ekki. Þannig nú opna ég þetta með GitHub, opnast eitthvað hérna, þið fáið eitthvað svona team, hérna þið fáið bara eitthvað tómt hér, ég er með fullt einhverju dóti. Ég ætla að sjá hvort ég get ekki sett þetta yfir á Light, sést ekki betur. Ok. Ég ætla að fara hérna og ég ætla að finna bara þetta Add New Site. Það er það sem við þurfum að finna. Deploy manually. Við ætlum að gera þetta bara handvirkt. Okay? Drag and drop, it's online. Drop a folder with your site's HTML, CSS and JS files. We'll give you a link to share it. Okay? Við hlýðum því. Alltaf loka ég þessum blessaða mappu. Þannig ég fyrir bara hérna Reveal in Finder. Fyrir upp eitt level af því að ég vil setja folderinn, þess vegna var það mikilvægt það sem ég sagði á hann, að við ætlum að hafa eitt folder, eina möppu sem inniheldur allt sem tengist verkefninu. Ég ætla að taka hann og draga hann hingað. Býðum til þessu. Og þá kemur eitthvað hérna upp sem er eitthvað voða mikið. Og það kemur hérna og þetta er það sem við viljum sjá, complete. Og við viljum sjá hérna skrárna sem við settum inn. Og svo sjáum við link hér sem heitir preview. Ítum á hann. Ég kom með vefinn, en þetta er ekki lengur okkur localhost hérna, þetta er endur á okkur preview slóð. Við viljum fara og fá Open Production Deploy. Production er í raun vísa til þess að þetta er production útgáfan, þetta er ekki test eða development útgáfan og deploy er orð yfir það sem við vorum að gera. Við vorum að taka einhvern kóða, eitthvað samansafna af einhverjum kóða og við vorum að deploy honum. Við vorum að setja hann og gefa hann út. En við vorum að fara í gegnum eitthvað ákveðið útgáfuferli. Þetta útgáfuferli var mjög einfalt og mjög handvirkt og við munum sjá seinna hvernig við getum gert það sjálfvirkara. En við fórum í gegnum eitthvað deploy. Opnum það og þetta er aftur ekki rétt slóð miðað við það sem ég myndi vilja sjá hérna sem er þetta hérna Comfrey Brigaderios 702 eca.netlify.app. Þannig að hérna er ég komið með þessa slóð og þessa slóð get ég sendt á ykkur núna og þið getur opnað hana og ég geti mér sér farið hérna og sagt ég vil fá eitthvað aðeins skemmtilegra site name vef 1 2024 vaf 1. Haha, ég náði undan ykkur. Þá get ég opnað það núna og þá heitir það hér vef 1 2024 vaf 1.netlify.app. Síðan ef þið myndu kaupa ykkur lénið vefforritun vef 1 verkefni 1.is þá getur tengt það við þetta. Og það er það sem ég geri hér að ég er með undir þessu netið er svo hægt að ég er svona hvað er í gangi hér? Já, svona hérna er þess að vefforritunarbókin sem ég er með og hún er hýst á Netlify og hún er í raun þannig að ég stillti
hérna, site configuration, domain management hérna, stilti ég þetta þegar ég á lénið webfortin.is. Þannig að þið tæknilega séð, ef þið myndi vilja, þá gætu þið bara keypt ykkur nafnið ykkar eða eitthvað, .is, kostar 6 og 5 á ári og tengda við og verið komið með bara ykkar eigið vef núna. Hann var ekki fallegur en þið ættuð allavega hann. Og þetta er ekki mjög flókið, þetta er svona smá flókið en ekkert rosalega flókið. En þú veist, við erum strax komið með það tól. Við getum gefið upp út okkar eigin vef. En, ég held að það sé bara að fara að vera komið gott í dag, nema því að hafa einhverjar spurningar. Þannig að næst ætla ég að vera mjög duglegur við það að láta ykkur liggja í þögninni. Ég ætla ekki að tala svona mikið, þannig að verið undirbúin. Já. Þú talaði að fá afturverðin að setja í gang áður en að byrja auto-update? Auto-update á Visual Studio. Já, ég held ég að missa það fyrir. Já, það var bara þegar ég opnaði og ég var ekki búinn að sækja nýjustu útgáfuna. Ef þú varst að sækja Visual Studio núna, þá þarftu ekki að updata þegar þú varst að sækja nýjustu útgáfuna. Já, það ætti bara að virka. Ef þú ert ykkur vandræðum, komdu bara að kíkta á mig. En verkefni ykkar er að gera það sem ég hef verið að gera og klára seinasta partinn sem er að setja inn myndina. Þá þurfið að nota ENG-elementið og setja mynd í möppu sem var þarna sem við byggum til. Ok, takk í dag.